gott fólk og velkomin í fréttatímann okkar. Ég heiti Kristján Ægir. Og ég heiti Ingi Þór og í kvöld ætlum við að fjalla fjármál og réttindi launafólks hér á landi. Við byrjum á persónuafslætti, skoðum helstu skatta sem allir greiða, ræðum réttindi varðandi orlof, útskýrum hvernig launaseðillinn virkar og skoðum eitt stéttarfélag. Persónuafsláttur skattaafsláttur sem reiknaður og dreginn frá áður en tekjuskatturinn reiknaður sem tryggir að laun upp á ákveðnu marki eru skattfrjáls. Persónuafsláttur stafnast upp á árinu og ef einstaklingar vinna ekki allt árið nýtist afslátturinn samt allt árið. Árið 2006 persónuafsláttur á mánuði 72.492 krónur. Algengstu skattarnir sem fólk greiðir er tekjuskattur, virðisaukaskattur og fjármagnstekjuskattur. Tekjuskattur er skattur á launum einstaklinga og greiða allir yfir 16 ára aldri af tekjum. Tekjuskattur er skipt í 3 þrep eftir tekjum. Lægsta þrepið leggst tekjur upp að 472.000 krónum með 31,49%. Næsta þrep er til hærri tekna með 37,99% tekjuhlutfalli frá 472.000 krónum upp í 1,32 og þriðja 46,29 og yfir 1 milljóna. Virðisaukaskattur er neysluskattur sem beitist við flestar vörur og þjónustu sem við kaupum. Almennt skatthlutfall er 24% en í sumum tilvikum er það lægra eða 11%. Þessi skattur er innheimtur af fyrirtækjum sem skila honum síðan til ríkisins. Fjármagnstekjuskattur er skattur á tekjum eignum eins og vexti og arð. Skattur er því stórt hluti af hvernig við samfélagið virkar og að bein áhrif á þjónustuna sem við notum á hverjum degi. Skattar hafa stór áhrif á samfélagið okkar þó margir velta því ekki mikið fyrir sér í daglegu lífi. Á Íslandi greiðir almenningur ýmsa skatta sem gera ríkinu kleift að reka skóla, heilbrigðiskerfi, vegi og aðra mikilvæga þjónustu. Án skatta verður erfitt að halda upp þeim lífsgæðum sem við búum við í dag. Orlofslaun nema lágmarki 10,17% af heildarlaunum einstaklinga. Ef starfsmaður hættir störfum á hann rétt á því að fá greidd uppsafnaðan orlofslaun sem hefur ekki enn verið nýtt. Orlofsréttur er því mikilvægur hluti af réttindum launafólks og stuðlar að jafnvægi milli vinnu og hvíldar. Launaseðill er yfirlit sem sýnir nákvæmlega hvernig laun starfsmanns eru reiknuð. Það koma fram heildarlaun, frádrættir og svo uppboð sem greiddir út. Á launaseðil má meðal annars sjá tekjuskatt, lífeyrissjóðsgreiðslur, orlof og aðrar lögbundna frádrætti. Þetta gerir starfsmönnum kleift að fylgjast með því hvert launin fara og tryggja gagnsæi í launagreiðslum. Allir launaþegar eiga rétt á að fá launaseðil. Drífandi er stéttarfélag Vestmannaeyja og var stofnað árið 1917. Markmið starfsmenntasjóðanna er að auðvelda félagsfólki fjárhagslega að stunda sí- og endurmenntun. Þeir veita ýmsa námsstyrki. Þeir veita styrki fyrir tómstundanámskeið og hámark 30.000 kall á ári og starfstengt nám eins og bílpróf. Það getur þú fengið að hámarki 180.000 krónur á ári eða 310.000 eftir 2 ár í félaginu og 440.000 eftir 3 ár. Þetta var allt í fréttatímanum okkar í kvöld. Við vonum að þið hafi fengið skýrari mynd af persónuafslætti, helstu sköttum, stéttarfélagi og orlofi og launaseðli. Rétt eins og við sögðum áður er gott fjármálaseðill lykillinn að því að hafa stjórn á eigin peningum og réttindum með þekkingu. Og skipulagi getum við öll tekið skynsamlegri ákvörðun